Jæja, komið sæl og blessuð. Ylrally, Æsland, 2024. Heldur betur. Ellingsen og BRP. Styrt. Fullt af skemmtilegum bílum. Þetta er fjallið sem þið sjáið. Við erum alltaf að keyra einhver bíll nú þegar í fjallinu. Leiðarskoðun undarfari heitir þetta víst. Hér sjáið þið hluta af leiðin sem er rekin. Byrja þarna í Sandspýtubrautinni og Kvartmýlubrautinni. Kvartmýluklúbbssvæðinu. Fara þetta niður og grimm vinstri. Svo þrumaði ég inn beinakaflan sem ég ætla að kalla beinakaflan endakaflan. Kemur smá hnykkur inn í endan. Svo er það enda hliðið. Með liður þessi böggibíll. Það eru 30 bílar skráðir í keppnina hjá okkur. 30 bílar. Manna hvort að tala einhverjum svona Báler Land Rover típur eða Land Rover Báler típur sem eru breyttir Land Rover jeppar. Ég er ekki að tala eins og þennan hérna. Ég er ekki að tala hann. Ég er aðeins nýrri hinni bílarnir. Það stæði ekki maður og já, þarna kemur það. Þá myndum við kannski geta sýnt ykkur Bálerana. Pínlítið fyrir myndælinn okkar. Takk fyrir að færa ykkur. Almennilegt. Hér er Jimny einhvers staðar, býttu nú við, hérna, búff, drónaskotið. Þetta er fullt af flottum bílum. Stubbóttu Jimny maður, hann er geggjaður. Cherokee mættur hann búið að skera hann Cherokee alveg í tætlur. Það er ekkert eftir á hann aftan. Þetta er geggjað. En mér sýnist styttast í ræsingu hjá okkur. Förum við neyfur á þristinn, sjáum ræsinguna. Við getum kíkt neyfur á kamgæðin okkar nú, komið frelsið til þess að sjá. Fyrir utan einhverja örfa á hérna, sem standaði svolsögðu fyrir. Við vorum ekki búin að gera ráð fyrir ánændum, hann er farin á stað. Þetta myndi vera Rattir og Sanders. Hvar er dróninn minn? Hann er hér. Það gerast allt á sínum stað. Rattir og Sanders. Land Rover 90. Næstur í brautina er Kana Maverick R. Hérna getur dróninn hægt aðeins á sig. Hann kemur hérna til undir þetta smá stund.
Landróðurinn hann upp í fjallinu. Landróðurinn 90, nú þurfum við að fara að finna ykkur að böggibíla einhvers staðar. Nú komnir eitthvað út í braut. Þetta er 1. Hér er til dæmis 1. Á er 90 landróðurinn að klára beinakaflan. Það er alltaf mikið að gera hérna. Hér er verið að koma sér í mark og hér er Rising. Nei, hún er hér. Það vantar ekkert svona direktor þetta til þess að sýna okkur hvað er að gerast. Hérna er dróninn búinn að spotta Cherokee, hann er einhverjum pikl. Nei, kominn inn, laus. Festi sér þarna aðeins. Það er bara alveg gríðarlegum tíma því. Sjáu myndatökuna strákar. Þið sjáum við Cherokee og svo er Buggy hérna upp í fjalli. Nú talsvert á undan honum, býttu nú, hann er að ná honum. Sjáum það inn í drónanum. Cherokee er að ná Buggyinum, en ef ekki klest og fest sig það upp á hann, þá var hann, þarna er annar Buggy að koma bombandi framhjá. En ef hann hefði ekki fest sig það upp á, þá værum við sennilega að horfa á framúrekstur hérna. Það verður að koma að Báler-bílunum. Þeir eru þessi landróðurar. Heyrðu, sjáu Jimny hérna í hossunum. Býttu við, hann er að bakka. Jimny að bakka, hann er í einhverju rugli hérna. Já, hann fór ekki veginn, hann beygði of snemma. Þetta er ástæðan, þegar þið fá einhver góða leið á skoðun eða neitt, það er ekkert, það er bara nótur í bók og þið þurfa bara að finna út úr í hvert þau að fara. Drónin er aðeins of, já, þarna takk. Fallega náttúran. Kamgæinn okkar er með þetta á hreinu. Norvald Salinas og hérna er Buggy að koma í mark. Hvaða Buggy þetta er ég ekki alveg viss um, ég myndi alltaf að sé Wicklow. Það grípa hérna Jimmy inn á eftir. Hérna er bara að koma, eða ekki? Þetta er einhver annar skrítið. Það er kominn landróður út í braut. Þessi bílar eru mjög breyttir. Þeir eru ekki alveg bara venjulegi landróðurar, þó svo að vélinn sé orginal, þá er búið að breyta fjörunarbúnað, að setja veltibúr og ýmislegan öryggisbúnað annan í viðbót. Svo breyta og styrkja eitthvað í hjólabúnaði líka. Þannig að þessi bílar þola ótrúlegustu bílstjóra.
og skipta hann, það er allir í ruglinu, allar myndi alveg. Þarna erum við búin að finna Jimny upp á fjallinu að fara í vitlausa átt, eða hvað? Jú, hann er of hátt uppi þarna held ég. Já, klárlega. Hægri vinur, hægri. Við sjáum við annað skot. Þyrlunu góðu. Hann fyrir eftir leiði núna. Jimny koma hérna inn á síðasta kaflan og mynda nærmynd af honum er að taka á honum. Svo fara þeir aðra leið aftur, þannig að þetta myndi vera svolítið svona kynningarleið. Nú vita þau hvert þau að fara, svo fáu þau að fara leið nr. 2 og keyra þau bara aftur þessa leið. Ég hefði ætlað að sýna ykkur þetta mapp á þann ef ég hefði ekki verið bara klára að setja upp myndavélabúnaðinn. Ég duði hérna. Þarna sjáu þið Land Rover í bakgrunninum á, komin yfir marklínuna. Hér er svo næsti. Fyrsti bálerinn sem við sjáum yfir línu, það myndi vera Woodman og Hammond. Hér er Illibraut. Ég gat ómögulega að fara og kynnt mér 30 keppendur aðan, þannig að þið verður bara fyrirgefa það. Annað árið í röð. Sjáu þið fjallið sem hann er í. Ég geti sýnt ykkur smá nærmynd af þessum bílum. Og þetta er enda flott skot hérna. Svo er þetta sko, nei, nú kom ykkur haus alveg. Það er alltaf. Skoðum hennan báler hérna. Það eru svona bílar út alla braut núna. Can-Am Hill Rally. Hann Kristján Einar sem sigraði hérna í fyrra með naumyndum. Hann er í braut, hann er á buggybíl, öðrum buggybíl, en ekki sama buggybíl og í fyrra. Þetta erum við með drónaskot á Land Rovernum, appelsínugula. Það verið gott að hafa liti hérna fyrir mig inn á töflunni. Það verið næs. Þeir eru allir eins, þið þurfum eitthvað að liti á þeim hérna fyrir næsta á stað. Já, nú förum við, sendum drónan í að finna einhvern nýjan. Hei, annar búinn að fara vitlausa leið. Einhver annar komin vitlausa leið. Komin þetta upp á fjallið, þeir áttu aldrei að fara upp á fjallið, þeir áttu að beygja það aðeins fyrr. Sjáum við þegar hann kemur aftur inn á brautina. Það var hann síðan okkur búinn að tapa aðeins svo miklum tíma þarna. Nei, það er ekki bíll kominn. Það eru nokkrir hérna, hvað er þeir? Frá 7 og upp í 17. Það eru 10 bálerbílar á svæðinu.
Og eins og ég sjáu hérna, það væri nóg eftir. Taktu vinstri, já, hann var ekki viss, jú. Jú. Þetta skemmtilegt. Þið fá svona leiðanótur sem að lýsa þessu nokkuð vel, sko, en þetta ekki 100% samt. Þið eru bara að giska á miðri leið. Giska. Þið að vonast til þess að hafa rétt fyrir sér. Hérna einn kolsvartur. Lítið mertur. Nei, Þessi með þetta á hreinu, neglir bara til vinstri. sér maður svona aftur með fjallið. Ló batteri maður, ég þarf eiginlega að fara að snúa tilbaka eftir smá. Hvað er hann farin að keyra hægt þarna, báleirinn, ég veit ekki hvort hann haldar sér búinn bara eða hvað? Þarna er hörku akstur á þessum. Það er gulur og blár að keyra hérna í brautinni. Segi ég, þess að sjá mig við drónan, þarna. En einhvern veginn vegna er svarti bara í slökun, sko. Á brautinni? Já, það er ekki æsingur í honum. Veitu, Hérna, hörku ferð á þessum. það er eins og sé bara að bíða eftir ykkur. Ég kem tilbaka. Sorry. Bíll út í braut. Hér er bíll út í braut, það er það sem ég sagði. Öskrandi ferð á þessum hérna. Öskrandi ferð. Í gegnum endamarkið. Hérna er það, við býtum ekki á enda, jú, þetta slapp. Þá fyrir við á starti aftur. Bíðum eftir að myndatökumennið okkar finni nýja myndavél, eða nýja bíl. Þarna er einn kominn, sigtið. Við taka samt eitt gott start inn á þessum báleir. Þetta myndi hafa verið Agnar, nei, Marshall og Hopper. Og næstir í braut. Hér eru sigurvegarnir síðan í fyrra. Kristján Einar, Guðni Freyr
Eru konar á styttri buggy í þetta árið, þeir voru á löngum buggy í fyrra með óþarfa sæti og eitthvað fyrir aftan sig. Nú komum við að reyna að sigra þetta aftur. Er hann að keyra? Nei, hann er að fara til breytið smá. Fylgdu hann. Þetta er hann. Þarna fyrir Kristján, þrumar á stað. Hér er Bálir út í braut. Þarna fyrir einn upp á stallinn, einn Bálirinn. Við fylgjumst bara með honum þar. Kíkjum við þegar hann sér á Kristján Einar. Sigurvegarann sinn í fyrra. Drónaflugmaðurinn ætlar að fylgja honum hérna nokkuð vel og sjá hvort að hann ofkeyrir nokkuð. Mest spennandi að sjá eitthvað svoleiðis fyrir okkur sem er heima sitjum því miður. Allar svona á fyrstu sektorum, sko. Hér er Bálir. Og hér er Kristján aftur. Kristján. Miklu frekar Kristján. Við erum bara að halda hinn, sko. Hér er svartur Bálir. Koma í gegnum endamark. Og Kristján Einar á sama tíma að koma hérna upp í fjall. Ruglast hann hér. Ekki rugglingur þarna. Og að fara vel yfir nótunar hér. Það er buggy eftir buggy að dundra út í braut. Gæti orðið sigur. Og þarna Kristján Einar að klára. Hér er annar buggy út í braut. Ég ætla að gera ráð fyrir að þetta sé Agnar og Ragnar Freyr. Arnar og Ragnar Freyr. Án þess að ég hafi hugmynd að ég þekki bílan ykkar ekki alveg nógu vel. Það er mjög gott. Hörkuberð á þessum. Arnar og Ragnar Freyr ætlum að giska á, svo eru Polaris bílar að koma eftir þeim. Sem komnir nú þegar út í braut. Langar að sýna ykkur hérna mjög skemmtilega bíl. Þessi er rosaleg, þessi spýtur í riggi.
Þetta myndi heita Milner R5 ef mér skjátlast ekki. Drónaflugmaðurinn segir að þessi sé rosalegur. Við erum búin að fylgjast með þeim að kannast betur en við, en við sáum ekki neitt. Það er víst hörgu akstur í gangi hérna. Þessi keri á okkur. Þetta í þetta. Já. Og í gegnum endamarkið. Hér er þeir sem eftir að fara á stað. 30 keppendur inn í hjá okkur í dag. Glæsilegur akstur. Glæsilegur akstur hana. Áttum okkur á því að hljóðið sé eitthvað furðulegt. Það er einhver snúra sem er eitthvað gölla hjá okkur. Það er annarkvort hafa þetta svona eða hafa ekkert hljóð. Þú ert búin að finna eitthvað? Já. Þú ert að býja þegar eitthvað sem kemur upp á stætt. Þú ert að var alveg sér. En það ekki. Það var ekki svo. Það var bakkaðir sem það var keið. Þá erum við komin yfir á drónan og erum að rita bíl. Hey, hörðu, hér eru böggibílar alveg í röðum. Sjálfsögðu. Já, þetta er... Þeir eru náttúrulega að fara aftur. Já. Þarna er einhver komin út í móa. Norvel búinn að finna einhvern. Böggibílan í klettunum. Já, Hrauninu heitir þetta víst. Þetta er mjög flottur bíl. Hvað hann heitir og svoleiðis hef ég ekki hugmynd um. Nú er öskur að leita í einhverju. Já, þetta var þristurinn okkar hérna. Ekki þristur. Myndavél með þristur. Þetta var þessi Milner R5 eða hvað það var. Ég að gíska á. Næstur er Arctic Cat. Geti það ekki passað hérna? Jú. Það var þetta Milner hann á fremstur, svo þetta Arctic Cat. Það var hérna vel merktir. Býtum við. Monster. Hér er Monster merktur böggibíl. Flottur akstur á þessum Milner. Þetta hefði getað endað leiðilega. Tók þetta aðeins og vítt þarna út. Hú. Hér er Milnerinn út í braut, bílunum við, það ríkur úr monsterbílnum, hann er ekki einu sinni farin á stað. Þetta lofar ekki góðu. En liverið er flott, við tökum það ekki frá þeim. Lúkkar vel. Þetta er að Milnerinn að koma í gegn.
Tristel og Ray. Ray. Ég veit það ekki. Minna Arctic kötturinn. Monsterinn. Nei, það er ekkert hann. Vill bíll. Arctic kötturinn allan að hérna. Sjáum köttinn koma inn í gegnum marklínuna. Og á sama tíma það eru Daniel og Ásta, ef mér skjátlast ekki, sem vorum að horfa á, eða erum að horfa á, allavega hana. Ríkalegt. Ég langar að vera lýsendur hérna á næsta ári. Endilega hafið þið samband. Það væri geggjað. Það finna hana. Norröðu múið finna hana líka. Hörku endir þessar leið hjá honum. Hvað er að gerast hérna í rásmarkinu? Mér finnst eins og þessi monsterbíll sem búinn að vera þarna að láta rjúka úr sér í fleiri mínútur. Og ríkur, já, ætla að tjekka á hann. Ég er ekkert í braut. Ég veit það ekki. Nei, ég held að sé ekki þetta í braut. Ætli þetta sé ekki bara rásröðin fyrir næsta session, nei, næstu leið. Það sé ekki bara staðan. Ég heyri ekkert í keppnisstjórn, þannig ég veit ekkert um það. Jú, þarna fer einhver á stað. Heyrðist allan að vel í honum í þetta skipti. Það þá ekki skrítið að hafi rokið eitthvað úr honum aðeins áðan. Hann var búinn að fara alla leiðina einu sinni. Ég held ekki, ég veit það ekki. Ég gerum ekki grein fyrir hvað er að gera. Ég heyri ekki í keppnisstjórn, svo ég veit ekkert. Þetta eru þessi nýju böggibílar. Can-Am Maverick gæti verið, ekki. Þetta er einn. Þessi er ekki að flýta sér. Veitu, hvað kom fyrir ekki svarta bílir þetta? Það er ekkert að, virðist vera, hann er bara eitthvað að reyna að finna hvert hann á að fara. Þessi er ekki týndur.
Æja, ekkert leiðilegt að slæta þessu dóti. Polaris. Fallin ykkur upp á fjallinu aftur maður. Eru að detta inn einhverjir tímar? Nei. Jó! Legið fyrir þessum! Ef þið viljið sjá stöðuna í þessu, þá mæli ég með þeim farið inn á rallytimes.is. Þar getið ég séð stöðuna og öllu sem er að gerast hérna. Töluvert nákvæmara en ég get sýnt ykkur það, því að ég er bara áttum á því að ég þarf að íta á refresh á einhverju apparati hérna stanslaust. Endar ekki alveg á meðan ég er að klippa milli alls hérna. Nú er leið 1 lokið. Við erum í leið 2. Lexi og Frank sem voru síðastir. Meðan við bíðum. Drónin er búinn að finna 1 bíl, já þetta eru eftirfærin. Þetta er undanfærin, ok. Sjá hvort ég get ekki lagað þetta overlay hérna. Er pása eða? Það er auðvitað pása. Við erum skipt batteri á meðan. Og það er svona til að nota tímann. Góði gammal Óskarsson, hvað er eitthvað að grínast? Já. Er það vesinu? Ha? Var það brasa? Nei. Það var alltaf að fyrsta sem það var svona stundum frá því. Hvernig startaði þetta? Jesus! Herðu? Já, þú ert komið þangað. Ég er að stoppa
eitthvað niður, ég var bara aðeins ekki. Það er að fara að standa. Þetta er alltaf að gerast. Það er Land Rover komin út í braut. Land Rover 90 er komin eitthvað. Hérna er hann. Drónin er á leiðinni í loftið. Það er alltaf að gerast. Það er Wicklow farin á stað. Sí, Land Rover er látin hafa það, sko. Vantar hann að fara inn bak við. Týndur, sjáum ekki neitt. Þetta er þessi gæi að fara að byrja. Hér er Can-Am Maverick R. Ég veit ekkert í hvað rástur er að keyra núna náttúrulega. Ó, guð. Agalegt. Þetta er Lexi sem við sjáum hérna. Nei, það getur ekki verið. Þetta er sama rástur og síðan áðan. Jájá, hann er farin á stað. Drónin er ennþá með Land Roverinn hérna í siktinu. Lengst út í braut. Magnaða í síðustu ferð voru Kári Rapp og Daniel sem keyrðu 2.19 og svo Lexi og Frank sem keyrðu líka 2.19. Valdimar Jón þar, það er magnað. Poppa upp þessum tíma þetta fyrir ykkur. Þessi ekki af þessu. Þetta er heildartíminn á þeim eftir fyrstu leið. Og er Land Rover 90 komin inn.
Cherokee að fara af stað þess að þið heyrið í... Jájá, við mistum alveg af honum. En hér er Kamgæ. Þetta er kúkur. Baunakúkur. Endunum. Já, maður sjá. Það er alltaf með frægur á þessu núna. Flegiferð hérna. Legiferð þessi. Og hér er annar alveg eins að gera sér tilbúin til þess að ræsa af stað. Kemist í gegnum endamarkið. Og hér er Cherokee. Það lítur út eins og svona lítill trófítrukku bara. Með dekkin hann aftan á. Hér er Buggy að dundra út sandsmyndabrautin okkar. Hillrally.is fyrir allar upplýsingar. Nú vitum við hvert við erum að fara. Cherokee standi sig mjög vel. Kringum þessa Buggy bíla. Heyrið í Jimny. Alvöru læti í þessu.